Lífið færir okkur ýmis verkefni og af hverju einu þeirra drögum við lærdóm. Ég sinnti mínu fyrsta verkefni undir smásjá þjóðarinnar þegar ég var stigavörður í Gettu betur. Síðan þá hef ég fengist við mjög ólík verkefni, sum á vettvangi stjórnmálanna. Þau hafa mörg hver verið krefjandi, sum óvænt, sum skemmtileg, en öll mjög gefandi. Við Íslendingar eigum því láni að fagna að vera flest sammála okkar grunngildi, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og frið. Og samtakamáttur þjóðarinnar óhagganlegur þegar á móti blæs, þó auðvitað höfum við ólíka skoðanir á ýmsu. En það þessi samheldni sem svo dýrmæt. Við eigum líka djúpar rætur í menningu okkar, sögu, tungu, náttúru og auðlindum, íþróttalífi og listalífi. Og þessar rætur þarf að næra og þeim þarf að hlúa að. Og síðast en ekki síst eigum við ótrúlegan kraft í öllu fólkinu sem hér býr. Og þetta vita fleiri en við. Rödd okkar skiptir máli á alþjóðavettvangi og við getum nýtt rödd okkar til góðra verka og áhrifa. Forsetaembættið mikilvægt fyrir þjóðina. Það skiptir máli að forsetinn sé til staðar þegar á bjótar, þannig að þjóðin geti hallað sér að honum. Það skiptir máli að forsetinn nýti áhrif sín vel og standi vörð þessi grunngildi sem skipta okkur öll svo miklu máli. Forseti Íslands á að vera sameinandi afl sem vinnur að því að tryggja bjarta framtíð fyrir okkur öll. Hugrekki og heilindi hafa verið mín leiðarljós í öllum mínum störfum hingað til. Og það verða þau áfram í embætti forseta lýðveldisins. Ég bið þinn stuðning í kosningunum þann 1. júní næstkomandi.